Þetta er þriðja tapið í röð. Hvernig, hvað vantar upp á? Ansi margt. Í dag svo sem finnst mér leikurinn bara í jafnri stöðu. Þeir voru aðeins ofan á í fyrri hálfleik. Svo fannst mér koma sterkir í seinni hálfleik, 11 móti 11. Og finnst við svona að vera ofan á. Þeir fá þetta rauða spjald. Við höldum einhvern veginn áfram í smá tíma að vera ofan á. Gefum þeim svo bara gefum þeim mark. En það vantaði klárlega talsvert mikið í sóknarleikin okkar í dag til þess að berja á þeim. Vorum ekki nógu klókir á boltanum. Svona vorum alltaf einhvern veginn að þröngunum í gegnum sama svæði í staðinn fyrir að færa aðeins á milli kanta og hreyfa á því að eðlilega manni fóru þeir bara í lágblokk og við bara leystum það ekki nógu vel í dag og eins og ég sagði nýklega núna eftir leik þó við svona ræðum betur saman á morgun skilur við þá kemur bara í ljós núna úr hverju við þjálfararnir og leikmenn eru gerðir því að við erum konir í holu og þá bara kemur í ljós hvurslags liðsandi lið þetta er hvort að menn séu tilbúinir að grafa djúpt til að koma svo út úr henni og við höfum gert það áður í sumar það er bara, við þurfum allir að vinna meira og leggja meira á okkur ef við ætlum að komast upp úr þessu. Eins og þú segir, þeir lágu tilbaka og leiði ykkur að vera með boltan en mér fannst þið vera að klúðra mjög auðvöldu sendingum mjög oft í leiknum. Það var svo sem byrjaði aðeins í fyrri hálfleik þar sem við vorum að bara auðvöldi boltarinn á miðsvæðinu sem við vorum bara að gefa í lappirnar á þeim og það hélt bara áfram eitthvað taktleysið, Já, þú veist, það er bara að horfa á hann leik aftur og það er erfitt að meta beint til leika. Mér fannst ég bara, þú veist, svona líkil momentum ekki nógu klókir á boltann og þú veist, hefðum bara átt að hreyfa hann aðeins betur til að þessi voru á glirrið. En já, þú veist, þeir bara gerðu vel í að verjast og þeir leið vel hana langt niðri og við bara vorum ekki með svörin við þetta. Var það verra fyrir ykkur að þeir lenda mannafæri? Já, eins og leikurinn enda var það að vera. Því mér fannst í byrjun seinni hálfleiks 11 móti 11, mér fannst við vera að komast í stöður Elvar og Atli og þeir voru einhvern veginn að ná þeim og þeir voru þá áfram að stíga á okkur og við vorum að breyttum aðeins hvernig við vildum spila upp í hálfleik og mér fannst það að vera að virka en svo bara breytist staðan og þetta er hræódýrt mark og þú veist, gerir slæm mistök einn varnarmaður nokkuð en það er minni ábyrgð líka liðsfélagana að hjálpa honum að grafa þessu upp úr því og við gerðum það bara ekki í dag. Þú gerir skiptingu strax eftir markið, var það svektu með hvernig markið var? Nei, það var ákveðin skipting að því að þeir voru konur með rautt spjald og Bjarmi sem var að spila vinstri bakvörðin er bara hafsent, hann er að spila fyrsta leikinn sinn fyrir okkar í sumar, var út í námi í Hollandi í vetur og kom ekki fyrir núna í glugganum. Þannig að hann er ekkert búinn að spila og við vorum að biðja hann að spila stöðu sem hann líður ekkert vel með, við erum ekki með neinn örfættan bakvörð. Þannig að, nei, við vorum búin að ákveða skiptinguna áður en að mistökin gerast. Sko. Það er einhver orðaskipti þegar skammt til leiksloka á milli bekkjanna þegar að, hvort það er ekki Viktor sem braut af sér við hliðarlínuna, eitthvað sem þú vilt segja um það? Nei, það var svo sem ekkert alveg sjúkraþjálfarinn okkur æsti sig aðeins og mér fannst svona Tómas Lúba full hvass í svörum miðað við hvernig hans aðstoðarmenn og teymi höfðu verið að yppa gogg hérna á bekknum, þannig að það var ekkert alveg rétt, ég held ég að mögulega sagt honum að halda kjaftið eitthvað en það fór ekkert lengri en það. Svona styttist í lok gluggans hérna í annarri deildinni, ætlar að kíkja eitthvað á markaðinn? Við höfum alveg verið að skoða það, þú veist, bara ekki ennþá dottið á það rétta og kannski ekki, bara einhver hluti sem ekki alveg að ganga upp, en ég það bara að setjast niður með stjórnin eftir þennan leik, þú veist, mér finnst ekki vanta leikmenn, kannski vanta leikstjórnum. Við erum svona að reyna að finna hvaða leikmaður það í okkar hópi er sem getur stjórna leiknum eins og í dag, þú veist, á móti svona lágri blokk, það vantaði miðjumann sem að tók boltan, passaði upp á hann og sendi rétt úr sendingarnar og nein, þú veist, það kemur bara í ljós, við erum með stóran og góðan hóp, þú veist, það voru 2 í banni í dag og 1 utan hóps, þannig að, já, ég veit ekki hvað gerist. Þeir eru núna 3 töpur, það eru nokkur stig upp í topp 2, hvernig metur þetta, hvað viltu fá út úr restina af tímabilinu? Ég held í bili getum við bara gleymt því að fara í einhverja toppbaráttu eins og staðan í dag, þú veist. En eins og við sýndum í fyrri hluta móts að ef þú kemst á skriðið þá er fljótt þangað upp. Bara við þurfum að sækja sig og sækja stig, fá trúna aftur og þú veist það er bara að pressa á mér og Óskari aðstoð til að finna svörin og við vorum að ræða núna eftir leik, þú veist. Við þurfum að stíga betur upp, við þurfum að finna einhverja lausni því að þú veist, ok, við erum ekki að skora nú. Við erum að skora 1 mark á móti Kormáki, 1 mark á móti
Fjölnir var ekki leikun undan og þú veist ekkert í dag, við erum ekki að skora nóg en samt eiginlega eina sem við gerum daginn fyrir leik að æfa sóknarleik. Þú veist þannig að spurningum að fara að æfa varnarleik og kannski fyrir að skora á fullt, ég veit það ekki. Nei, þú veist við þurfum bara allir að gera miklu meira, þú veist. Erum með 20 stig og vorum konir í góða stöðu, fengum tækifæri þarna í 2-3 leikjum að ýta okkur frá pakkanum aðeins, gerðum það ekki. Erum núna konir fyrir neðan pakkan og þá bara, þú veist það kemur bara í ljós á miðvikudaginn, það er fínt að fá leik strax á miðvikudaginn til að sjá úr hverjum við allir sem hópur erum gerðir.